Jú, skýringin á því tiltölulega einföld. Peningar eru ekki verðmæti í sjálfu sér, þó það sé hægt að kaupa raunverulega verðmæti, vörur og þjónustu fyrir peninga. Peningar eru bara pappír eða mynt, tiltölulega verðlítið, eða tölurinn í bankakerfunum eða tölvukerfunum sem halda utan bankareikningana okkar í bankakerfunum. Ef við framleiðum meira af peningum, Seðlabankinn prentar meira af seðlum eða býr til peninga með öðrum hætti, að þá erum við ekki að auka framleiðslu á raunverulegum vörum og þjónustu, húsum og bílum og fötum og mat og tónlist og svo framvegis, heldur einungis að búa til meira af þessum verðlausu pappírssnifsum sem við getum ekki borðað og ekki notað til þess að klæða okkur í eða notað til þess að skýla okkur fyrir veðri og vindum. Og afleiðingin af því verður líklega bara svo að verðmæti þessara pappírssnifsa minnkar, það er að segja krónan verður verðminni og það köllum við verðbólgu, og það þýðir þá ekki að fleiri krónur búið til einhver verðmæti, heldur einfaldlega þýðir það að það þarf fleiri krónur til þess að kaupa þau verðmæti sem eru framleidd, og endanum það sem skiptir máli, hversu mikið framleitt á Íslandi af vörum og þjónustu sem Íslendingar geta neytt eða selt útlendingum og keypt fyrir vörur og þjónustu frá útlendingum.